Við höldum áfram með föstudagsþáttinn sem að þessu sinni tekin upp hérna á R5 við Ráðhústorg á Akureyri. En hún komin hingað hún Hildur Eir Bolladóttir. Velkomin. Takk. Þú varst að gefa út þessa bók, Já. Hugrekki, saga af kvíða. Já. Til hamingju með það. Takk fyrir. Hvað geturðu sagt mér hana? Já, ég get sagt þér ýmislegt. Þetta er mjög persónuleg bók og hér er ég raunar bara að segja mína sögu af lífi mínu með kvíðaröskun, mjög svona sérstakri kvíðaröskun endar sem að kannski hefur ekkert verið mikið talað um. Já, allavega ef þú flettir upp og leitar að efni þessa kvíðaröskun þá það meira á ensku og erlendum tungumálum heldur en íslensku og hún kallast áráttaþráhyggja eða OCD og en er mjög algeng en bara það hefur ekkert verið mikið talað um hann heima á Íslandi. Það er meira talað bara almennt kvíða og þunglyndi og eitthvað svona en ekki þessa sérstöku röskun sem ég er búin að vera með bara frá að barn og á margan hátt hún er náttúrulega auðvitað sársaukafull en hún er líka svolítið skemmtileg og myndræn oft og áhugaverð og ég er náttúrulega búin að hafa rosa langan tíma til þess að velta henni fyrir mér og kryfja hana til mergjar og vinna með þetta og sem ég hafa gert og þessi bók er eiginlega svolítið svona óður bara til, þú veist, þeirra bjargráða sem að ég hef aflað mér í gegnum tíðina með þessa röskun og svona, nú er þetta svona bara svolítið endurgjöf að skrifa þessa bók og gefa fólki innsýn í þetta, ekki sem þolandi, af því ég er það ekki og það er síðan svo fórnarlamb, heldur bara sem manneskja sem er búin að finna svona ákveðin takt til þess að lifa með þessari ákveðinu sérstöku kvíðaröskun. Geturðu lýst henni aðeins fyrir þá sem ekki þekkja til? Hvernig lýsir þetta sér? Obsession compulsive disorder, áráttaþráhyggja, þetta er svona, það er auðvitað þannig með okkur öll að það fara alls konar hugsanir í gegnum heilan á okkur og bara hverjum degi og engin manneskja stjórnar í raun og veru því hvaða hugsanir fara í gegn. Og það geta verið alls konar skrýtnar hugsanir, óviðeigandi hugsanir, ónotalega hugsanir, óhugnarlegar hugsanir og allt þetta og náttúrulega líka fallegar hugsanir og yndislegar og allt það. Sá sem með áráttaþráhyggju, hann hefur tilhneigingu til þess að festast í hugsunum. Það er að segja að það fer einhver óþægileg hugsun gegnum hugan og í staðinn fyrir að þú bara svona, þetta er skrítið og hún fari út að þá einhvern veginn eins og hún festist í miðjunni og bara framkalli bara kvíðabylgju og ótta vegna þess að þú upplifir að þetta þér líður eins og þetta sé sannleikur, skilurðu, eða hafi einhverja merkingu eða segja eitthvað þér sem mannesku. En núna hlæjum við að þessu og þetta er fyndið þegar þú setur þetta svona upp. Það getur verið það. Og fólki hefur greint á það hvort það megi hlæja svona hlutum, geðsjúkdómum og öðrum sjúkdómum, þá kannski sérstaklega samt þessu geðræna. Hvað segir það? Á maður bara alltaf að hlaupa öll út og hafa gaman að þessu? Ég las einhvers staðar, ég segi örugglega frá því í bókinni að það er talað það að það sé náttúrulega það sé mjög mikilvægt bjargráð fyrir þann sem er með þetta að hafa húmor fyrir og þróa svolítið húmor fyrir því sem hann er með og ég myndi segja að ég hef náttúrulega svona, kannski bara svolítið genetískan húmor, skilurðu bara yfir höfuð fyrir lífinu og hef frekar svartan húmor og sjúkan húmor, nei. Þannig að það er mjög auðvelt fyrir mig að finna smart fyndið í kringum þetta. En menn segja svona, sérfræðingar að það sé til þess ekki gott fyrir þann sem er nálægt þeim sem eru með kannski áráttaþráhyggju eða eitthvað svo kvíða, að taka sér það bestarlega að gera grín að hlutunum þegar það er þegar hlutirnir eiga sér stað, til dæmis að standa yfir þráhyggjusjúklingi sem er að þvo sér hendurnar og gera bullandi grín að því, er kannski pínulítið eins og að gera grín að krabbameinssjúklingi sem er ælandi eftir lyfjameðferð, þú þarft svolítið og þú myndir ekki gera grín að krabbameinssjúklingi, skilurðu, en ég þekki samt margt fólk með krabbamein sem hefur gert grín að ýmsu sem það er rennt í þegar það er að fara í gegnum sín veikindi. Þannig að þetta er alltaf svolítið vandmeð farið. Ef að manneskjan en hins vegar held ég að sá sem er með þetta hefur alltaf leyfi til þess að gera grín að þessu, Það er nú eins og með svo margt. Maður hefur kannski frekar leyfi sjálfur til að gera grín að, eins og ég, að þráhyggju og áráttu og geðkvillum. Auðvitað fólki sem stendur mér næst og elskar mig og ég veit að bara stendur með mér að heilum hug. Auðvitað hefur það líka svo aftur aðeins meiri leyfi til þess heldur en kannski bara einhver manneskja út í bæ. Af því að ég veit hvað hug þau bera til mín þannig að þegar þau eru að grínast með eitthvað svona þá veit ég að það er bara að væntum þykir, skilurðu. Þetta er svolítið flókið. Þannig að það getur, en svo aftur er ég á hinn bóginn þannig þenkjandi að mér finnst til dæmis grínistar með uppistand með að gera grín að öllu. Mér finnst með að gera grín að öllu. Af því það er bara, þar er búið að
sko, búa til ákveð rými bara fyrir það. Akkurat. Mér langaði þess að spyrja út í kápuna. Það er pínu hérna svona trúarlegur fílingur í þessari kápu. Er hugsun á bak við það? Nei, sko, það er bara Halla Sigga, hönnuður hjá Forlaginu, sem að hannar þetta og í raun og veru ekki samráðið þannig sem við mín, var náttúrulega bara til samþykktar og ég fekk að náttúrulega hafa skoðun á því. Ég tók eftir þessu sko, eiginlega bara kápa á tilbúin með þessa krossa og eitthvað, en mér finnst þetta rosalega flott sko sjálfrið, þó ég segi sjálf frá, að því það er svona kaotík sko í þessu og það er náttúrulega, það er einkenni sko kvíðans að það er svo mikið kaotík sko og ég er mjög kaotískur karakter, skilur, þannig að þessi kápa er, margan hátt bara lýsir mér mjög vel sko. Er þetta sjálfshjálparbók? Nei, ég vil ekki segja það. Af því að, sko, nú hafa nokkri lesið hana sem að hef ekkert verið að glíma við neitt svona, allavega ekki ráði. Og þeir segja, þú veist, það er bara gaman að lesa þetta, skilur, þetta er skemmtileg lesning. Nei, sko, auðvitað getur hún orðið það, alveg svo Biblían er ekki skrifuð sem sjálfshjálparbók, en hún getur vissulega orðið það, sko, en svo er hún líka mikið bókmenntaverk. Ekki það ég sé líka í saman, þetta var koma úr á sig lítla út á þessum sem er með Messías að kompleksa. Þú veist, það er bara að því við dætti að því að ég nota svolítið Biblíuna. En ég er ekki búin að hugsa hana þannig, en auðvitað ef hún verður fólki til hjálpar, þá náttúrulega bara erum við eitthvað feimir þetta sjálfshjálparbók, hvað finnst eitthvað svona hallærislegt við þetta? Já, það er eins og sé eitthvað ljótt. Já, eitthvað svona, eða sé búið að downgreita þetta eitthvað svona sjálfshjálparbók. 10 leiðir til að... 10 leiðir eitthvað, já. En er ekki, ég meina margar skáldsögur hafa verið mér sjálfshjálparbækur. Þannig að má ekki segja það, að allar bækur sem að fá mann til þess að hugsa og endum þetta líf sitt og jafnvel eru huggunaríkar, þú veist, það eru sjálfshjálparbækur. Það er búið að vera dálítið mikið í umræðinni núna undanfarið kvíði, kannski ekki akkurat þessi kvíði sem að þarna kemur fram, en bara kvíði hjá börnum og í þjóðfélaginu og til dæmis birtist fyrir skömmu síðan forsíða á Fréttablaðinu þar sem að fólki var bent á að það var eitthvað á það leið að það þyrfti ekki alltaf að leita sér hjálpar. Svo má ræða hvort að það hefur verið tekið úr samhengi eða hvað, en hvernig birtist þetta þér, manneskju sem að þekkir til? Já, ég fyrst sko náttúrulega bara ef að leggja þetta á vogarskálar þá vegur að þyngra að bara sem flestir finnir sér frjálsa í því að koma fram og segja sögu sína. Allar sögur eru merkilegar, allar mannlegar sögur eru merkilegar og skipta máli. Alveg eins og bara allt fólk skiptir máli. Þá skiptir saga þeirra máli. Og er einstök, þó svo að það sé margir að glíma við kvíða, þá er saga hvers einstaklings með kvíða einstök og það er aldrei tveir sem að fara eins í gegnum það. Þannig að það er alltaf gróði í því að heyra allar þessar sögur og melta þær. Og ég fer nú að segja fyrir mig, þú veist að fólk náttúrulega hefur svo bara, það er allstaðar áreiti af alls konar upplýsingum og flæði og meðranir og allt þetta skilur og svo bara verðum við sem manneskjur að bera ábyrgð sjálf hvað við viljum taka inn og hvað okkur finnst áhugavert og hvað ekki. Þannig að ég myndi bara segja bara, bara sem flestir að segja sögu sína en að skoða eitt samt áður. Og það er hvort að maður sko ég er ennþá allan að föstu því, ég kannski hef ekki rétt fyrir mér, en að ég held að fólk þurfa að vera aðeins búin að fá smá fjarlægð á sögu sína til þess að segja hana. Ég held að sé ekkit endilega alltaf gagnlegt fyrir fólk að segja söguna þegar það er í sem mestum sársauka og er í sem mestri ringulreið og er ekki alveg búið að átta sig á því hvernig þetta mun allt saman fara. Af því að þá held ég fólki til líði svolítið, það kom ekki bara nakið fram, það bara standi nakið eftir. Þú veist, mér líður alveg pínu í sig að koma nakin fram eins og bók en ég stend ekki nakin eftir, sko. Af því ég er farin að lifa fyrir ofan þessa röskun og fyrir mig, sko, að koma fram og tala um þetta, þú veist, ég skammast mig meira, skilur, þegar ég vakna með frunsu á morgnana, eða þú veist, heldur en að vera með geðkvilla, þú veist, það er meira svona, með frunsu og ég er bara að mæta fullt af fólki, skilur, þannig að fyrir mig að segja þessa sögu, þannig ég skammast mér ekki neitt, sko, en það er líka, ég er búin á langan tíma til að melta þetta og skoða þetta og velta þessu fyrir mér og spegla þetta við annað fólk og svona. Og ég held að það sé dálítið nauðsynlegt og þá er ég bara að hugsa um þetta umhyggju fyrir fólki, að það standi sig sko uppliki þegar ég veit að fólk hefur stundum gert svoleiðis, sagt sögur og upplifa svo bara, hvað var ég að gera, þú veist, og mér finnst það vont. En þín saga er allavega hér og þú ætlar að leyfa okkur að heyra smá brot. Hvaða brot ætlar að lesa? Ég hugsaði með mér að því þetta er nú í sjónvarpi þá væri nú skemmtilegt að hafa eitthvað svona sem að væri svolítið myndrænt og svoleiðis. Þannig að ég ætlaði að lesa hérna úr kafla sem heitir Klausturlíf
og segir aðeins frá því þegar ég í mjög mikilli vanlíðan og þú veist, ég var ekki að taka lyf þarna og var bara ekki á góðum stað í minni þráhyggjuáráttu, fór til Frakklands hópa ungmennum í klaustur og þetta var kannski ekki svona akkurat það sem hentaði mér þarna í veikindunum skilur af því að þetta var bara álagi 38 stigi hita og ég fara inn í einhverja bænastundur eitthvað bara sem ég varðaði bara ekki sko, sorry og það var ekki það sem ég vantaði en eftir að hyggja, þú veist, blessaðist þetta sko. Þannig ég ætla nú bara að lesa það fyrir ykkur. Veistu Hildur, þú ert frábær efniviður í hugræna atferlismeðferð, sagði frændi minn sálfræðingurinn þar sem við sátum fram á nótt og drukkum bjór eftir ég hafði sagt honum frá öllum mínum undarlegustu þráhyggjum. Þú hefur það gott innsæi sjálfa þig, bætti hann við. Þessi síðasta setning veitti mér skjótvirka huggun. Í augnablik leið mér eins og almættið hefði aftur rétt mér tauminn að lífi mínu. Þannig raunar OCD, endalaust vegasalt milli stjórnleysis og taumhalds. Á þessum tímapunkti var svo komið að ég var heltekin á þráhyggju sem sneri að því að ég væri bæði svindlari og svikari og að brátt myndi einhver afhjúpa alla mína hræðilegu bresti. Þráhyggjuna ofurvald þunglyndislyfjanna bar þar hæst til tíðinda enda spyr fylgiseitning hvorki lausnir í breytingar heldur finnur hjáleiður gamla fjallvegi hugans þannig að ferðin hans endalausa getur örugglega haldið áfram. Þegar fylgisveitninni fjarri hef ég bara eðlilegar áhyggjur af hugsanlegum aukaverkunum, ógleði, hjartsláttartruflunum, kynhneigð en þegar innan nærri fer ég að hugsa hvort lyfin hjálpi mér of mikið og brýst þá í tilfinningalegri sjálfstæðisbaráttu. Nokkrum dögum síðar var ég farin utan til dvalar í klaustri í litlu þorpi sem heitir Tese og í suður Frakklandi, skammt frá borginni Lyon. Með í för voru ungmenni úr Akureyrarkirkju en tilgangurinn var að veita tækifæri til að kynnast menningunni í Tese og komast í samband við erlenda jafnaldra sem eyða tíma sínum og kröftum í kirkjustarf eins og þau. Þessi ferð hafði verið í undirbúningi meira en ár og ég var annar af 2 fararstjórum hennar. Fylgisveinninn fór borð í flugvélina án farseðils og vegabréfs. Þetta var sumar og hitinn óbærilegur. Ég var nýbyrjuð að taka lyfin aftur en þau voru ekki farin að virka. Sá sem með OCD upplifir mikla mótsagnir í lífi sínu þegar þráhyggjan segir eitt og veruleikinn annað. Ég var með þráhyggju út af lyfjónum en ákvað samt að taka þau inn til að ná tökum á þeirri þráhyggju. Og meðan ég beið eftir þau virkuðu, leit ég á þau sem óvinaher. Þetta eiginlega eins og að byrja með einhverjum sem manni líkar alls ekki við og ekkert ástfanginn af. Þegar við komum í klaustrið fannst mér eins og ég hef verið dæmd til fangavistar. Rimlarnir byggðust upp á 3 höftum, fylgisveininum, hitanum sem fór nálægt 40 gráðum og klausturlífi sem varpaði ljósi á eðli nýju þráhyggjunar að ég væri svikari. Ef viðbrögð umhverfisins yrðu of jákvæð, hugsaði ég, þú ætti bara að vita, ég á lyfjum. Þetta var eins og að vakna í óbærilegum þingumóral, marga daga í röð og borða morgunmat með móður Teresu. Svefnstæður minn var lítill, rafmagnslaus timburkofi með einu borði, stól, koju og stöku skordýri. Á kvöldin háttaði ég mig eftir minni, enda ekkert ljós til staðar, hvorki í kofanum né í höfði mér. Í andvökunni hlustaði ég eftir suði engisbrettunar og hugsaði hvernig ég ætlaði að lifa af næsta dag. Í fyrsta skipti á mínum glæsilega veikindaferli var boðið upp á bata á trúarlegri geðdeild. Allur matur og maukaður, kaffið instant, sturtuklefinn með sitt eigið lífríki, ekkert net, engin loftkæling, en á kvöldin var þetta að kaupa 1 desilítra rauðvíni. Það var sannkölluð vín í minni persónulegu eyðimörk. Í hitanum gerði gömul innlokunarkennd vart við sig. Mér leiði svo ég var að lokast inn í lyftu, en það ekki nema nokkur ár síðan ég komst yfir lyftufóbíuna. Það gerðist þegar ég var í verklegu sálgæslunámi á Landspítalanum og var úthlutað deild á 9. hæð. Fyrstu dagana hljóp ég upp og niður stigana en að viku liðinni tók ég ákvörðun að mæta óttanum. Ég hugsaði að það væri einhver lyfta í gjörvöllu landinu sem mætti ekki stoppa, þá var það lyftan í Landspítalanum í Fossvogi. Með þessa hugsun í farteskinu steig ég inn í lyftuna með þvalar hendur og þurran munn. Ég muldraði möntruna að þessi lyfta mætti ekki stoppa og ef hún myndi stoppa þá yrði fljótt brugðist við. Þegar verknáminu lauk var lyftan ekki lengur óvinur minn. Hún hafði reyndar aldrei verið það, heldur óttinn sem hvíslaði að mér að forðast hana. Þarna tók ég sjálfa mig í hugræna atferlismeðferð án þess að vita það. Takk fyrir þetta. Þessi lokið hjá okkur í dag, verið sæl.